Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við viljum biðja, almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæringssorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nála þinn og kærleika. Lát oss vera minnum þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Auðarþorsteinsdóttur hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son, Jesúm Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Hjá predikaranum standa þessi orð, öllu afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninu hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma, að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma.
Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Öll er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Í Rómverjabréfinu standa þessi orð: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði við dauðum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen.
Við skulum rísa á sætum og heyra heila guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmisl til að fara að smyrja hann. Og á mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar, sólarupprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafamunanum. En þegar þær líta upp, þá sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær skelfist eigi, þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá þarna staðurinn þar sem þið lögðu hann. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Og gjörið svo vel að taka sæti aftur. Ég heilsa ykkur með kveðju postulans. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þakklátum huga kveðjum við í dag hérðan frá Borgarneskirkju, Auði Ósk Þorsteinsdóttur, sem lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð þann 19. júní síðastliðinn. Jesús sagði, ég lifi og þér muni lifa.
Þessi orð tala til okkar í dag í frásögn af því þegar konurnar þrjár komu til að vitja grafarinnar á páskadagsmorgun. En gröfin var tóm og þær fá fyrstar að vitna það sem gerst hafði, að lífið hafði sigrað dauðann. Boðskapur páskanna færir okkur þá von að allt muni lifna við að nýju og dagarnir frá pásku fram að hvítasunnu eru í kirkjunni okkar kallaði gleði dagarnir. Enda eru þetta vordagarnir, allt fyrir að bruma og kvikna til lífsins. Farfuglarnir skila sér til landsins frá fjarlægum löndum og sauðburður stendur þá sem hæst. Er að undra að þessi tími sé kallaður gleði dagarnir. Það er áhugavert að hugsa til þess að maður skuli geta ákveðið að rækta með sig gleði og jákvæða lífsafstöðu þrátt fyrir það að lífi getur nú stundum verið brokkgengt. Í öðru bréfi Páls postula til Kórintúmanna er ritað: verið glöð, verið fullkomin, áminni hvert annað, verið samhuga, lifið saman í friði. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með ykkur. Við höfum öll skynjað það síðustu daga og vikur að mikil gleði og eftirvænting hefur legið í loftinu. Það er eins og þungur fargi sé að fólki létt nú þegar samkomu takmörkunum hefur verið aflétt og nú sér fyrir endan á faraldrinum. Ég hygg að eftir þennan vetur kunum við enn betur að meta margt það sem vekur með okkur gleði og okkur þótti áður sjálfsagt. Eftir þennan vetur, þegar við máttum ekki heimsækja aldraða ástvini á dvalarheimilum í marga mánuði og þau mörgu sem eru undirliggjandi sjúkdóma voru í sjálfskipaðri sóttkví og við máttum ekki heilsast með handabandi eða faðmlögum. Það eru einmitt oft ofur hversdagslegir hlutir sem eru svo óendanlega dýrmætir og vekja með okkur gleði. Það hefur nefnilega runnið upp fyrir okkur flestum að þegar öll eru á botni hvolft, þá eru það tengsl við annað fólk sem veita okkur mesta gleði. Það fer því vel á því að við hugleiðum það hvaða hversdagslegu hlutir það eru sem veita okkur gleði og við vildum alls ekki vera án nú þegar við komum hér saman til að minnast og þakka fyrir líf Auðar Þorsteinsdóttur, fyrir allt sem hún var ykkur fólkinu sínu, allt sem hún gaf. Hún sem var svo lífsglöð og henni fylgdi jafnan svo mikið fjör og mikil gleði. Og hláturinn hennar mun fylgja ykkur ókomna tíð. Auður Þorsteinsdóttir var fædd á Jafnaskarði í Stafholtstungum í Borgarfirði 23. febrúar 1939. Hún lést á Brákarhlíð í Borgarnesi 19. júní. Foreldrar Auðar voru Þorsteinn Guðbjarnason, bóndi í Jafnaskarði og Guðný Björnsdóttir húsfreyja. Þau hjón eignuðust 9 dætur. Systur Auðar eru Jóhanna Birna, Halldóra Bjarni, Guðrún, Jóna Guðný, Guðbjörg, Hjördís Ragna, Brynhildur og Kristín. 5 þeirra eru nú látnar, en eftirlifandi systur Auðar eru þær Guðrún, Jóna Guðný, Guðbjörg og Kristín. Vorið 1948 fluttu foreldrar Auðar að Beigalda í Borgarfirði. Auður var þá 9 ára, en þetta sama haust dó pabbi hennar 48 ára gamall. Móðir hennar stóð ein uppi með telpurnar og hélt búskapnum áfram með hjálp þeirra elstu. Hanna gekk í bústörfin sem og hústörfin með móður sinni þá 15 ára. Árið 1954 seldi Guðný Beigöldu og keypti hús í Borgarnesi og flutti með dæturnar þangað. Og þá var Auður 15 ára. Auður fór í barnaskóla á Brennistöðum og var þar til 14 ára aldurs. Að því loknu réð hún sig sem kaupakonu á Haugum í Stafholtstungum og var þar í nokkur sumur.
Árið 1954 fór hún að vinna í barnaskólanum á Varmalandi og þar kynntist hún tilvonandi eiginmanni sínum, Eggerti Elís Ólafssyni, eða honum Ella, eins og hann er gjarnan kallaður. Elli sem var nokkrum árum eldri og var þá að vinna við smíðar við skólanum í Varmalandi. Foreldrar hans eru Sigríður Jónsdóttir og Ólafur Eggertsson, bóndi að Kvíum í Þverahlíð. Þau Auður og Elli fóru til Reykjavíkur og dvöldu þar árabil frá 1955 til 1956 og þar vann Elli við trésmíðar en Auður réð sig í vist eins og þá tíðkaðist. Árið 1957 fluttu þau aftur heim og settu stað í heimahögum Ella, Kvíum í Þverahlíð. Þau reistu sér þar nýbýli út af jörðinni Kvíar 2, byggðu þar upp og ræktuðu landið og var allt meira og minna grafið með höndunum. Þar héldu þau myndalegt bú, ráku 20 kúa fjós og auk þess eitthvað að kindum. Auður gekk í öll verk til jafns við mann sinn. Þann 25. maí 1957 gengu þau Auður og Elli í hjónaband og það var svo fallegt þegar Elli var að segja mér frá því að hann gaf þau saman, presturinn sem þá var í Stafholti, séra Bergur, heima hjá sér. En Auður og Elli eiga 3 börn, Þorsteinn er elstur, Þorsteinn Guðni fæddur 1956, hann er kvæntur Laufeyju Valsteinsdóttur og eiga þau 4 syni, Hákon, Snorra, Eggert og Guðjón. Ólafur Sigurður er fæddur 1968, hann er kvæntur Silju Jónasdóttur og börn þeirra eru Eggert Emil, Haukur Smári og Hugrún Harpa. Yngst er Margrét Fanny, fædd 1972. Hún er gift Sigurþóri Ágústssyni og börn þeirra eru Auður Ósk, Sæmundur og Elín Björk. Langömmubörnin eru 6 og 1 á leiðinni. Börnin ólust upp á Kvíum og voru duglega að hjálpa til við bústörfin, sóttu beljurnar og báru bakkana. Það var mikil gestagangur á Kvíum, systur Auðar og frændfólk kom helgar, svo að það var oft margt manninn. Einnig komu krakkar til þeirra í sveit og sá sem dvaldi lengst hjá þeim var í 7 sumur. Mjög árdags hefur Auður oftast verið komin til verka. Hver dagur nýr beið með viðfangsefni sín, morgunverk hennar ávallt drjúg. Sum þau söm og gærdagurinn, önnur ný, en alltaf viðfangsefni að takast á við. Og allt leysti hún vel. Umlukin umhyggju og kærleika. Hún var góður granni og þess minnast nágrannar hennar með ríkri þökk. Enginn lifir sjálfum sér, segir postulinn. Ef við lifum, þá lifum við öðrum. Það er ekki sjálfgefið að við séum þannig, líkt og Auður var, í linnulausu önn fyrir velferð og líðan annara. Alltaf boðin og búin að sinna, hjálpa og aðstoða. Eins og þjónustan hafi verið henni hugsjón. Auður fæddist inn í heimskreppuna miklu sem skall á haustið 1929. Það var alvöru kreppa sem stóð lengi og reyndi á. Lífsbaráttan kostaði mikla elju og útsjónarsemi og margir uppskáru rýran hlut fyrir mikla vinnu. En á þessum tíma stóð fólk líka saman, ekki síst sveitafólkið. Þar sem hver lagði öðrum lið, hönd á plóg, hey í harðindum, verk til vonar. Áfram var haldið. Í Auði bjó styrkur og festa fólksins sem byggt hefur Ísland, kynslóð fram að kynslóð, oftar en ekki mótlæti og erfiði og skilað okkur því við njótum nú. Góður maður ber fram gott úr sjóði sínum. Í sjóði hjartans átti Auður alltaf næga innistæðu. Þar var ávallt góður höfuðstóll, þótt mikið væri aftekið. Hún var glöð og gefandi með fólki,
traust og einlægur vinur vina sinna. Þau Auður og Elli stunduðu búskap á Kvíum fram til ársins 1988 en þá fluttu þau í Borgarnes og bjuggu þar síðustu ár. Má segja að Þorsteinn, sonur þeirra, hafi tekið við búrekstrinum 1979 en þeir feðgar verið saman hann til 1988. Eftir að þau flutt í Borgarnes fór Auður að vinna hjá Eðalfiski og vann þar til hún þurfti að hætta störfum. Elli var veiðivörður í Þverá, kringum Þverá í 20 ár, kynntist fólki af ýmsu þjóðerni og þar myndust mörg dýrmæt vinatengsl. Auður var glaðlynd og hláturmild og gefandi með fólki, traust og einlægur vinur vina sinna. Glaðlynd Auðar fór ekki fram hjá nokkrum manni því hún var svo hláturmild. Var þekkt fyrir hláturskostinn sem ætluðu aldrei að taka enda ef hún byrjaði að hlæja. Það var þó verst þegar að hláturskostinn byrjuði þegar hún var að keyra bílinn. Þá hló hún stundum svo mikið að hún þurfti að stoppa og það gat þá gerst hvar sem var. Barnabörnunum fannst gaman að fara með í bíl þegar hún fékk hláturskast, en börnin hennar sukku stundum niður í sætið. Hvað ætli fólk haldi? En hún lét sér fátt finnast. Hún var öruggur bílstjóri en ók ekki hratt og þegar dóttir hennar benti henni eitt sinn á að það væri 50 km hámarkshraði, svaraði hún: Ég fer ekki svo hratt. Nei, en þú mátt fara hraðar. Og þá upphófst annað hláturkast. Auður var sjálfstæð, ósérhlífin og vinnusöm, sterk kona. Hún var hrein á bein, fólk glaðaðist að hláturmildi hennar, jafnt vinnufélagar sem aðrir. Hún hafði unun á tónlist og henni fannst gaman að syngja. Hún spilaði eftir eyranu bæði á gítar og orgel og hún hlustaði á dægurlög mikið og hélt mest upp á Raka Bjarna. Hann var í miklu uppáhaldi hjá henni. Auður var að mestu heilsuhraust alla ævi en fyrir rúmu 3 árum fór að bera minnistappi hjá henni. Þegar hún var hætt að geta bjargað sér fékk hún inn á Brákarhlíð og það var í janúar 2020. Þrátt fyrir minnistappið þá véku barnabörnin aldrei úr huga hennar. Hún talaði stöðugt barnabörnin sín og var alltaf að leita að þeim. Hún var svo mikil barnagæla. Þau sem hafa staðið frammi fyrir erfiðum sjúkdómum hafa mörg beðið kraftaverk. Og kannski eru kraftaverkin einmitt fólkin í því að þau sem líða geti tekist á við þá erfiðleika og mótlæti sem getur leikið fólk svo grátt. Það var Auði mikilvægast að vera innan fjölskylduna sína í veikindunum og síðustu vikurnar satt Elli hjá konu sinni og hélt í hönd hennar allt þar til hún lést 19. júní. Þau voru sálufélagar, lífsförunautar sem deildu langri og farsælli ævi saman, gengu sem einn maður og voru samtaka og samrýnd alla tíð. Og það er mikið þakkarefni að hafa átt slíka ævi. Auður var góð móðir, unni barnabörnunum sínum og var alla tíð mjög áhugasöm þau og fjölskylduna sína almennt. Við kveðjum og þökkum Auði ljúflyndi hennar, umhyggju og allt það prýddi hana. Ég var beðin að flytja kveðjur í dag. Ég flyt hér fyrst kveðju frá börnum Gógóar og Hadda og fjölskyldum þeirra. Þau vilja þakka Auði alúð og hlýju gegnum árin. Og síðan hér kveðja frá Ásbirni Jónsinni, systur syni Auðar. Hann biður fyrir samúðarkveðjur til nánustu aðstandenda og þau biðja þess að allar góðar vættir veiti þeim stuðning í sorginni. Í Sýraksbók segir: Dauði, hversu kært kall þitt þeim, sem stirður fótinn og fellur. Með þessum einföldu orðum minni spámaður nokkur á hið órjúfanlega lögmál lífs og dauða,
sem oft reynist okkur erfitt að átta okkur á og ósjaldan vildum við helst ekki viðurkenna það þótt við séum nauðbeygð til þess. Enginn skilur betur miskunn dauðans en sá sem finnur og veit að hlutverkinu hér er lokið og ekkert annað eftir en að kveðja. Fyrir hann er hvíldin kærkomin, eins og svefnin er þreyttum manni. Það er gott að leita í góða minningar. Í aðstæðum sorgar verður samfélag við fjölskyldu og vini bæði mikilvægt og dýrmætt. Samúðarkveðjur og umfamandi tónlist hugga og uppörva og það gerir líka kærleikur og umhyggja sem samferðamenn sýna okkur. Allt þetta skiptir máli til að komast í gegnum missinn. En ef til vill er mikilvægast alls þess að hlúa þakklæti fyrir það sem við áttum. Rækta vel það sem við eigum og treysta því að við megum halda áfram að hirða af alúð það góða og fagra í hversdagslífi okkar. Alla þá daga sem Guð gefur okkur. Guð geymi Auði Ósk Þorsteinsdóttur í miskunn sinni og blessi minningu hennar. Amen. Ég meina tilkynningu hér eftir athöfnina þá gefst ykkur kostur á að signa yfir kistunni hér fyrir utan kirkjuna áður en haldið er í kaffi. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar öllum þjóðum og til vegsemdar þeim sem þú hefur útvalið. Við þökkum þér eilífi Guð að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar við mætum mótlæti og sorg. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Við þökkum þér fyrir líf Auðar Þorsteinsdóttur. Blessa þú alla minningarnar hana og láta þær verða uppsprettu gleði, kærleika og samkenndar. Við biðjum þig að styrkja og blessa vandamenn hennar sem nú kveðja. Við felum þér hana og framtíð okkar allra. Veittu henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir, Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikill miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sá þeir dauðlegu, upprís og ódauðlegt. Sá þeir í veikleika, upprís í styrkleika. Sá þeir í jarðneskum líkama, upprís andlegur líkami. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli þínum friði. Amen. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.